Verið velkomin, ég Arnór Elís Kristjánsson og þetta uppáhaldslistin minn, svona kvikmyndir, top 20 uppáhaldslistin minn og endilega horfið til enda. Cinema Paradiso. Þetta kvikmynd sem allir kvikmyndaáhugamenn þurfa að horfa á, áhugamenn og konur, að sjálfsögðu. Og þetta snýst í rauninni það hvernig eitt lítið bíóhús getur sameinað heilt samfélag. Og það mjög mikilvægur svona boðskapur í þessu að það þurfa allir að gera það sem þeir geta til þess að láta öllum í rauninni líða vel. Og það mjög mikilvægt fyrir alla að haga sig vel. Endilega kíkið á hana. Dial M for Murder. Þetta fyrsta myndin sem ég sá eftir Alfred Hitchcock og ég var bara hugfanginn af hans leikstjórnar hæfileikum eftir að hafa hort á þessa mynd og hef hort á svona cirka 10 kvikmyndir eftir hann eftir að ég horfði á þessa mynd og þess vegna hún á listanum. Þetta í rauninni sú mynd sem kynnti mig fyrir meistaranum Alfred Hitchcock. Það kannski flestir sem hafa séð Psycho eða Rear Window, Rope eða Northwest og til þær vera svona einhverja svakalega góða myndir en í mínum huga mun Dial M for Murder vera alltaf frekar sérstakur því að það var hún sem kynnti mig fyrir Alfred Hitchcock. Room 237. Þessi kvikmynd í rauninni, maður þarf að horfa á hana svolítið samhliða The Shining eftir Stanley Kubrick. Þetta svona hálfgerð heimildamynd en samt aðalega öll samsærin sem eru í kringum Stanley Kubrick og Stanley Kubrick svona mjög umtaldur leikstjóri en það hafa samt mjög mikið af fólki heyrt hann og í rauninni þessi mynd hún opnaði svolítið augun fyrir manni hvað gerist í hausnum á einum leikstjóra og náttúrulega þetta mjög mikið til samsæri sem í rauninni fólkið sem í myndinni að tala en þetta mjög góð svona krufning og það hvað gerist hjá svona kvikmyndaáhuga fólki. Kvikmyndaáhuga fólk það kannski horfir of mikið ofan í ákveðna hluti en það mun samt alltaf í rauninni finnast myndin góð og kannski geta farið aðeins út úr kjarnamyndarinnar. Þetta svona eina af þessum myndum sem ef þú hefur mjög mikið gaman af Stanley Kubrick, endilega kíktu á þessu. Videodrome. Þessi mynd mjög svona súrrealísk og með mjög mikið af svona góðum effektum. Hún fjallar í stuttumáli það að það hvernig hægt að heilaþvo fólk með sjónvarpi og öll þessi svona bylgja sem var að gerast á seinni hluta 9. áratugs síðustu aldar. Þar sem það var öll þessi hræðsla það ef fólk myndi horfa mikið á sjónvarpið að það bara heilaþvegið og heimst og allt myndi bara enda illa og myndir horfa mikið á sjónvarpi og þessi mynd fer svolítið út í það hvernig í rauninni ef maðurinn myndi þróast og tengjast sjónvarpi svona eins og stubbarnir í rauninni þannig að þú værir með sjónvarpsskjá tengdan við þig og það væri hægt að setja spólur í þig og þú myndir melta spólur í gegnum magann og þetta mjög svona súrrealísk og hálfpartinn hrollvekja en samt ekki út af því að sum atriðin eru svæsin, ég segi það bara
og endilega kíkið á þessa mynd ef þið er mjög gaman af svona gamaldags effektum og súrrealískum söguþræðum. The Truman Show. Núna á 21. öld þá er komin svona mjög skrítinn áhugi á því að vera búið til alls konar heimildaþætti það að fá kannski einhverjar fallega konur og einhverjar nörda að setja það í hús og hvað myndi gerast, eða taka eitthvað barn sem hefur unnið einhverja hæfileikakeppni og búið til svakalega stóra þætti í kringum það. Og það er svolítið gaman að horfa á það með það í huga að árið 1994 þegar þessi mynd kom út að þá var verið að búa til þætti, svona heimildaþætti líf eins manns og hann vissi ekki einu sinni að því að vera að búa til þessa þætti. Og þetta er mjög sérstök mynd því að þarna leikur Jim Carrey svona hlutverk mjög rólegt en samt frekar svona það eru ákveðin hlutverk sem eru pínu með smá gríni. En það er mjög gaman að sjá bara þessa mynd með það hliðarsamhengi það sem er að gerast núna í rauninni í sjónvarpi og svo þróun sem hefur átt sér stað með sjónvarpsefni nú til dags. En ég meina, flestir hafi séð þessa mynd, ef þú hefur ekki kíkt á hana, endilega kíkt á hana. One Hour Photo. Þetta er mjög sérstök mynd. Þarna er Robin Williams í rauninni að leika mjög rólegan mann. Hann á enga fjölskyldu, foreldrar hans eru dauðir og hann er svona kannski milli 50 og 60 og vinnur við það að framkalla svona filmur, svona gamaldags Kodak myndavélar og fleira gaman. En þarna er í rauninni leikur hann mann sem hefur fengið að fara í gegnum ákveðna filmur hjá fólki og bindur sig svona tilfinningulegum tengslum við ákveðna fjölskyldu án þess að fjölskyldan í rauninni viti af því. Hann til dæmis í einu atriði þá læðist hann inn til þeirra án þess að þau viti af því og þetta er mjög svona skuggaleg tilvera sem að opnar fyrir manni alls konar hugmyndir. Hvað varðar ef þú ert að leyfa ákveðnu fólki að skoða ljósmyndir af þér og að það að framkalla filmur eins og þetta var gert hérna fyrir svona 10-20 árum að þá í rauninni varst að leyfa ákveðnu fólki að horfa á allt lífið. Þannig að núna er allir komin með Facebook og allt svoleiðis þannig að við erum í rauninni núna farin að ráða því öllu því sem að fólk fara að sjá, en ef þið getið ímyndað ykkur það að þið eru kannski bara að taka myndir af einhverju og til dæmis eins og sumir í þessari mynd voru með svona nektarstúdíó þannig að hann var að láta ljósmyndarinn var að láta Robin Williams framkalla myndina fyrir sig og getið rétt ímyndað ykkur ef þið getið ekki ráðið því hverju þið postið inn á internetið allir með þessum skrýtnum ekki kvikmyndum heldur bara ljósmyndum af ykkur. En hún er ekki eins svona paranójuleg þessi mynd eins og hún kemur út í trailernum en ef þið viljið endilega kíka á Robin Williams í rólegu hlutverki en samt með smá thriller ívafi, endilega kíkið á hana. A Serious Man. Þetta er mynd eftir Coen-bræður og er svona ein af mínum uppáhalds að auðvitað hugsa flestir út í The Big Lebowski þegar þeir hugsa Coen-bræður og hún er alveg góð, ekki misskilja mig, róleg. En A Serious Man er samt svona ein af mínum uppáhalds út af því að ég held að hafa kannski aðeins færri heyrt hana en hún er samt eiginlega alveg góð. Hún fjallar svona miðaldra krísu eins karlmanns, svona fjölskylduföðurs, hann er að missa fjölskylduna og sonur hans, hann er að fara að fermast og hann er kannski að fá stöðuhækkun og maður veit ekki alveg að því. Þetta er svona svört grínmynd í rauninni raunverulegar aðstæður og það er allt saman tekið mjög alvarlega en það er einmitt það sem að gerir aðstæðurnar ennþá fyndnari, að þetta er svona mjög alvarlegt án þess að allir gera sig grein fyrir því hversu kjánalegar aðstæðurnar í rauninni eru. Og svo eru þetta öll tónlistin í þessari mynd mjög góð, mjög svona 60s og 70s feelingur í þessu en þetta er bara mjög gaman að fylgjast með því hvernig ein miðaldra krísa getur verið eins stór og haft eins skrítin áhrif á einn mann. Endilega kíkið á hana.
Adam Resurrected. Ég þurfti að vera með eina mynd sem að kannski tengdist seinni heimsstyrjöldinni og það er náttúrulega allir hafa heyrt Schindler's List og The Pianist og þess að við vorum að tala A Serious Man áðan sem fjallar í rauninni svona gyðingasamfélag. Það fjallar þessi mynd líka svona gyðingasamfélag. En það er einn maður sem er leikinn af Jeff Goldblum sem er fyrrverandi svona fjölleikahúsatrúður og hann þurfti að vinna við það að vera hundur William Dafoe sem var nasistafóringi. Og í rauninni hann, eftir að hafa þurft að fara í gegnum þessa reynslu með William Dafoe að þá fór Jeff Goldblum á geðveikrahæli og alveg allt í lagi með það. En svo svona gera skrýtnir hlutir og hann fór að taka eftir ýmsu á geðveikraheimilinu, geðveikrahælinu, hvað sem ég vilji kalla þetta. Ég ætla ekki að fara að blanda mér út í einhverja pólitík hérna. En það er svona gaman að fylgjast með því í rauninni hvaða áhrif seinni heimsstyrjöldin gat haft á sumt fólk. Sérstaklega eins og alla listamennina sem að lifðu af stríðið og í rauninni gátu ekki gert neitt gagn í seinni heimsstyrjöldinni. Það var mjög mikið af gyðingum sem voru fengnir til þess að vinna en þegar náttúrulega ef þú ert listamaður þá var svolítið erfitt að finna hvað þú átt að gera og í þessari mynd þá var hann látinn leika hund fyrir nasistafóringi. Og ef þetta hljómar skemmtilega þá endilega kíkið á hana. Í eitthvað aðeins léttara, núna kemur Lion King. Þetta er svona eina af þessum barnæsku myndum nostalgíu æði dauðans bara gjörsamlega þegar maður horfir á þessa mynd. Maður kannast því að hverju einustu línu utan og svo auðvitað finnst maður alltaf Tímon og Pumba jafn skemmtilegir og svo framvegis. En það er einhver sjarmi við þessa mynd og það sem mér finnst svolítið skrítið er að þegar Disney var að framleiða þessa mynd þá voru svona deilur fram og tilbaka út því að það var ekkert endilega viss hvort að þessi mynd yrði eins stór og hún myndi vera. Og það er náttúrulega alls konar dæmi núna þetta að það verið að stela söguþræði frá ákveðnu og svoleiðis en ég meina það er bara bransi, það er verið að stela sögum alls staðar að. Og ef að Disney má ekki stela frá Shakespeare þá ég meina hver má hvað. En allavega þetta svona, þessi mynd hún á alltaf sérstakan stað inn í manni og þetta er svona mjög persónuleg mynd og allt þetta og endilega bara kíkið á hana ef þið hafið ekki gert það og setjið bara í botn þegar þið horfið á hana næst. Allavega kíkið á hana. Back to the Future. Þetta er auðvitað besta tímaflakks kvikmynd sem hefur verið gerð fyrr eða síðar og þetta er eina af þessum myndum sem maður getur horft á fram og tilbaka og náttúrulega framhaldið líka en einhverjum hluta vegna þá finnst mér Back to the Future 1 vera aðeins betri en seinni myndirnar. Ef ég myndi flokka þær eftir röð þá myndi ég setja 1, 3, 2. Ég veit ekki alveg af hverju númer 2 er síðri. Það er sennilega eitthvað tengir það árinu 2015 og varðandi alla þessa hvað myndi gerast og hvað myndi ekki gerast en mér finnst í númer 1 Back to the Future bara venjulega að í rauninni tímaflækju rásinn öll saman meika meiri sens en í rauninni í síðari myndum en það er náttúrulega meira gert upp úr því að gera grín að þeim í síðari myndum. Og já, Back to the Future 1, þetta er, hvað get ég sagt sem ekki hefur verið sagt þegar. Hún er á jaðrinum að vera kultmynd en það er mjög bara fyrir eftir því hvernig þú flokkar kult, ég myndi samt ekki segja að þetta væri kultmynd en þetta er svona, hún er á jaðrinum. Það er ákveðin sjarmi yfir þessari mynd og hún er náttúrulega gerð á 1985 þegar allir voru að gera kókaín, þannig að þetta var allt í lagi. En ég endaði þetta bara svona að Back to the Future er sennilega eina af þeim bestu tímaflakkskvikmyndum sem hafa verið gerðar fyrr eða síðar. Shaun of the Dead. Auðvitað þurfti að vera ein svona zombie uppvakningamynd, skrímslamynd á listanum og það eru reyndar fleiri aðeins seinna en í augnablikinu þá er það Shaun of the Dead. Og það sem mér finnst eiginlega gott við þetta er að þetta er svona bresk grínmynd það hvað myndi gerast ef það kæmu uppvakninga, innrás, útrás,
svona faraldur, haraldur. Það í rauninni kemur mér mjög mikið á óvart bara hversu mikið hægt að gera grín að dauðu fólki þegar maður fer að pæla í því. Og þau opna þarna risastóran glugga bara fyrir húmor. Og auðvitað Simon Pegg og Nick Frost hafa gert fleiri myndir saman eins og Paul og Hot Fuzz. Og Hot Fuzz er náttúrulega ekki síðri en Shaun of the Dead. En Shaun of the Dead fær samt að leika sér svona með það hvað gerist þegar að fólk, hvað gerist í raun og veru ef það kemur zombie-faraldur. Og bara lausnin á öllu saman finnst mér frábær í þessari mynd. Endilega kíkið á hana ef þið hafið ekki gert það og ef þú ert eitthvað feiminn við það að horfa á breska grínmyndir eða feiminn við það að horfa á zombiemyndir, ekki hafa neina áhyggjur því að þessi mynd mun lækna þig af öllu saman, heila klabbinu. Ace Ventura, Pet Detective. Þetta er, jú, reyndar mynd nr. 2 á listanum sem að Jim Carrey hefur leikið aðalhlutverkið, en í þessari mynd að þá fær hann að njóta sín sem grínleikari. Í The Truman Show þá var þetta töluvert svona rólegra hlutverk og hann átti kannski ekki fara eins hátt og hann hefur gert í sumum kvikmyndum, en þarna má hann bara láta eins og algjör hálfviti og þegar hann fær að gera það undir smá góðri leikstjórn að þá getur hann bara opnað fyrir hláturgátir sem að mér bara bjóst ekki við að vera til. Þetta er mynd sem ég hef búinn að horfa á, ég veit ekki hvað oft og get ennþá hlegið yfir henni. En jú, auðvitað þegar maður horfir á hana núna þá er þetta svona svolítið kjánulegt. Það skiptir engu máli því að maður getur ennþá hlegið yfir því að hann setur, þú veist, hund í kassa og kastar honum eitthvað. Og þetta er, ég meina, ef þú hefur ekki gaman að Jim Carrey þá skil ég það alveg því að hann getur verið svolítið ofleikið og allt það en þá bara horfur á eitthvað annað í staðinn eins og eitthvað af aðra myndir sem eru á þessu lista. Þú þarft ekki endilega að horfa á gjörsamlega allar myndina sem eru á þessu lista. Þetta er bara mjög persónulegt mat sem ég legg á alla kvikmyndirnar hérna. En það er allavega það að ef þið hefur ekki séð Ace Ventura 1 eða 2 að endilega kíkið á það og ekki horfa á Ace Ventura 3. Ég bjóst ekki við því að hún væri til en hún er til. Ég hef ekki séð hana og mun aldrei sjá hana. Og þessi orð mun ég taka með mér í gröfina. Ástríkur og þrautirnar 12. Ef þið hafið ekki kynnst svona franskri teiknimyndagerð eða belgískri teiknimyndagerð þá var alltaf Lukkuláki og Gormarnir og allt þetta sem er til. Í rauninni þá ákveði að velja Ástríkur og þrautirnar 12 aðalega út af því að í þessari kvikmynd, Ástríkur og þrautirnar 12, þetta er svolítið svona eins og þau eru að tækla 12 mismunandi söguþræði í einu. Út af því að hver kvikmynd Ástrík og Steinrik og öll hans ævintýri fjallar svolítið þessa baráttu sem að lítið þorp á við heimsveldið Róm. Og þarna leikur César í rauninni svolítið lítið hlutverk en hann setur fyrir hann alls konar þrautir og það er mjög gaman að horfa á því hvernig hann leysir það. En það sem ég á við að þetta sé í rauninni 12 mismunandi söguþræðir er að þessi mynd, hún notfærir sér það og hún er með svo mikið að gerast en í staðinn fyrir að lengja þetta eitthvað rosalega mikið að þá lætur hún bara það er kannski bara mjög einföld lausn á öllu saman. Það er ekki verið að flækita eða fara of langt út í æsar eða neitt. Það er það sem mér finnst svo frábært við þessa mynd og því allar hinum myndar er að taka kannski eitthvað eitt vandamál og lengja það svo mikið en í þessari mynd þá eru tekin 12 mismunandi vandamál og þau eru laust bara svona, meina ég. Man on the Moon. Þetta er mynd eftir, hver var að búa til þennan lista? Þetta er þriðja myndin með Jim Carrey hérna. Allavega, Man on the Moon. Þetta fjallar svolítið það í rauninni að tækla það vandamál og komast að því hvað er í rauninni að vera fyndið.
Þetta fjallar náttúrulega Andy Kaufman og þeir sem hafa heyrt Andy Kaufman vita það að hann var mjög umtaldur á grínsviðinu sem hann var í. Hann lék í Saturday Night Live og Taxi og hann reyndi að nýta hvert sitt tækifæri við það að búa til mjög óþægilegar aðstæður fyrir fólk og hvernig hann myndi svona búast við þeim og hann var ekkert endilega að láta fólk vita að hann var að leika eftir á eða neitt svoleiðis. Hann bara reyndi að notfæra sér það að búa til svona það sem hann kallar happening. Það eru aðstæður þar sem að fólk þarf að kljást við og það veit ekki alveg hvort það má fara að hlæja eða ekki út því að þær eru svo raunverulegar. En ef þú myndir sjá þetta í sjónvarpi þá myndir þú sennilega fara að hlæja út því að þú veist það allt í lagi hvað að gerast. Og það sem svo gott við þessa mynd að þarna leikur Jim Carrey enn og einu sinni. En hann leikur svona mjög rólega manneskju og hann leikur í rauninni bara mjög venjulegan grínista sem vill komast að því hvað í raun og veru fyndið. Ef þið hafið ekki hort á þessa mynd og viljið komast kannski að einhverju fleiri Andy Kaufman eða horfa á svona leiksvið, svona allt þetta svið sem að Jim Carrey hefur leikið á, að endilega kíkja á þessa mynd. Ég bara mæli eindregið með henni. Paperman. Þetta mynd með Jeff Daniels og Emma Stone í aðalhlutverkum og þessi mynd fjallar svolítið það að vinskapur getur átt sér stað á milli gamals manns og ungrar stúlku án þess að fara út í einhverja vitleysu. Allavega Jeff Daniels leikur rithöfund, hann búinn að gefa út eina bók og hann ætlar að reyna að skrifa næstu bók þannig að hann og konan hans sem er leikinn af Lisa Kudrow, það er svona smá Friends cameo þarna í dæmi en samt ekki beint. Allavega þau eru búin að leigja svona lítið sumarhús og ætla að gefa þá Jeff Daniels pláss og næði til þess að geta skrifað sér í næstu bók en hann á mjög erfitt með það og hann á svona ákveðin geðræn vandamál að stríða. Ég myndi samt ekki beint flokkað undir það en hann á allavega svona leynilegan vin, getur við sagt. When the world is in peril, when evil surrounds you, when danger. Okay. Og það er mjög gaman að fylgjast með sambandi hans og þessa vinur. Og það er líka góð eitt bónusviðbót að bróðir Macaulay Culkin leikur líka svona smá hlutverk í þessu þannig að ef þið viljið gá hvað hann er að gera að þá getið þið horft á þessu mynd. The Wall. Hvað get ég sagt þessa mynd? Hún allavega sprengdi í mér hugmyndar bara radarinn hérna inni. Ég gerði mér ekki grein fyrir því hvað í rauninni súrrealískar teiknimyndir gætu skapað bara nýjan heim af hugmyndaflugi. Því að þetta náttúrulega þó aðalsöguþráðurinn sé pínu óljós og allt það en þetta fjallar svona ungan mann sem er að reyna að takast á við lífið og hann vill ekki takast á við það þannig að hann býr svona til ákveðna, getur við sagt, múra í kringu sig, en ég ætla ekki að segja meira. Mjög slæmum, þannig að ég skamast mér fyrir að hafa sagt þetta. En allavega, það sem er náttúrulega hápunkturinn við þessa mynd, það er allar teiknimyndirnar og öll tónlistin. Leiknuatriðin þau svona detta aðeins niður en þau eru náttúrulega þarna til þess að halda þau svona svolítið saman. Og það er hægt að horfa á allar teiknimyndirnar í rauninni sem svona ákveðna drauma, óra og svona þann heim sem að listamaður á heima í. Hann er að hugsa þetta, hann er kannski að skrifa þetta niður og maður getur horft á þetta svolítið eins og ef að menn er að semja tónlist eða eitthvað þá reyna þeir að skapa eitthvað meira heldur en bara eitt lag. Þeir reyna að skapa eitthvað ákveðin heim og þarna tekst mjög vel. Og ef þið hafið ekki séð hana, endilega kíkið á hana. Indiana Jones and the Last Crusade. Á þessum lista þurfti að vera ein mynd eftir Steven Spielberg og það sem hann hefur gert svona það bil helminginn af öllu sem hefur komið frá Hollywood, hvort sem það er leikstjóri eða framleiðandi, að það ákveði að vera með eina mynd sem að svona myndi mig á það hvernig hann
gerði þetta svona í gamla daga. Svona það að taka B-myndir og setja þær í A-gæði. Það það sem hann gerði mjög vel og það sem annað kvikmyndaáhugafólk vill að hann geri aftur eins og Jaws og margar stórar og skemmtilega myndir sem eru svona svolítið kjánulegar en það eru samt teknar mjög alvarlega. Og þetta er rauninni eitthvað sem hefur vantað svolítið í kvikmyndahús nema með þeirri þróun að í rauninni ofurhetjumyndirnar sem eru núna bara allstaðar og það er að koma inn núna út þetta sumar sem við erum að taka upp, það er Guardians of the Galaxy. Að þær eru svona, þær myndir eru B-myndir, það er svo söguþráðurinn, hann gæti verið í B-mynd en hún er gerð í A-gæðum og þetta er eitthvað sem okkur öllum langar til að sjá. Og einhver hluta vegna þá ákveða bara allar ofurhetjumyndir að gera þetta fyrir utan það sem eru að gera hjá DC, ég veit ekki alveg af hverju, en þetta er bara svona. Og þessi mynd er náttúrulega leikinn þar sem Harrison Ford leikur aðalhlutverkið og engin annar en Sean Connery leikur pabbann. Þannig þetta er bara einhvern veginn svona, þetta er svo frábært og líka það hvað þeir gera til þess að geta lifað það af og allar flækjurnar og allar losunirnar á flækjunum eru frábærar. Þannig að ég mæli eindregið með því að þið horfið á þessa mynd. Og Kingdom of the Crystal Skull gerðist ekki. Evil Dead 2. Það er náttúrulega Sam Raimi og hakan á Bruce Campbell búa til eina svakalega góða mynd og það er Evil Dead 2. Jú, þið getið talað það að Evil Dead 1 sé betri en það var náttúrulega meiri hryllingsmynd, það var meiri svona horror í henni. Það var náttúrulega eitt svona frægt atriði með trjágreinar og kvenmanns líkamann, svona frekar slæmt atriði. Og svo er náttúrulega það sem gerist í Evil Dead 2 að það eru svona hún er í rauninni endurgerð í Evil Dead 1 nema að það er bara settir inn fleiri brandarar. Ég myndi samt ekki segja meira blóð en það eru settir inn fleiri brandarar og það er það sem gerir þessa mynd svo góða er þetta er svona kjánaleg hryllingsmynd með góðum bröndurum og náttúrulega Bruce Campbell er bara frábær leikari og þetta eru hans bestu ár þegar hann er að leika í Evil Dead og Evil Dead 2. Og ég mæli eindregið með því að fólk kíkja á þetta ef það er búið að sjá Evil Dead 1 að kíkja þá Evil Dead 2 og ef það er búið að sjá Evil Dead 2 að kíkja þá Evil Dead 1 og sjá að myndirnar þær eru ótrúlega líkar en samt svo rosalega frábrugðnar. Það er bara ótrúlegt hvað einn leikstjóri getur tekið kannski svona sömu atburðina en sett þá bara í mismunandi hólf og bara, já. Saw me standing alone An American Werewolf in London. Ef maður horfir á Universal Monsters, svona múmíur, Frankenstein, varúlfa, vampírur, þá hefur einhverja hluta vegna ég hef alltaf haft mjög mikinn áhuga á varúlfum. Og í þessari mynd þá ég held að sé svona besta mögulega útkoman af því hvernig varúlfar breytast á tunglsljósi. Þetta er eins og heitir American Werewolf in London, þá er þetta alltaf amerískir svona leikarar eða allavega með svona ameríska hreima og þetta tekur öll atburðarás sem hann gerist í London og það er mjög mikið af svona breskum, svörtum og kaldhæðnislegum húmor í þessu sem býr til mestu stemninguna í myndinni og mjög mikið af svona draumaatriðum sem í rauninni fullkomna bara allan húmorinn og allar hræðsluna sem á sér stað í þessari mynd. Og það sem er náttúrulega kannski svolítið skrítið að ég er búinn að vera með nokkra svona hrollvekju grínmyndir á þessum lista en það er bara einfaldlega vegna þess að bara hryllingur, það er hægt að gera, það þarf ekki endilega að vera ljótt eða hræðilegt eða eitthvað svoleiðis. Það er hægt að vinna svo miklu meira úr því, það er hægt að búa til svona grínmyndir með og ég hef miklu meira gaman að því þegar verið að gera svona grínútgáfur af hryllingsmyndum. Og þessi mynd, hún er að gera það mjög vel og öll svona það sem heitir svona transformation atriði, þar sem að maður breytist í varúlf, eru bara gerð mjög vel. Það er allt gert með svokölluðum practical effects. Það er ekki notað neinar svona tölvubrellur eða neitt svoleiðis, það er bara notað stop motion og mjög mikið af mönnum að lappa fram og tilbaka með lím og hár til að vera að setja aftur og meira og svo bara tekið ljósmynd og ljósmynd og ljósmynd. Og ef þið viljið virkilega sjá þessa mynd og sjá virkilega gott svona varúlfa transformation atriði
þá mæli ég eindregið með henni og bara kíkið á hana. Plague Dogs. Þessi mynd er svona mjög sérstök að því leytinu til að þetta er í rauninni teiknimynd og ætluð fyrir börn, en söguþráðurinn fer út í frekar svona fullorðinslegar kringumstæður. Þarna ertu með 2 hunda sem að sleppa af svona bíli þar sem er verið að í rauninni meiða dýr og gera alls konar tilraunir á dýrum, og þeir sleppa frá þessu bíli og eru að reyna að lifa af í svona raunveruleikanum. Þannig þeir sleppa þarna og komast á eitthvað bóndabíli og fólki á bóndabílinu það vill ekki endilega eiga þá, og þannig þeir þurfa bara í rauninni bara að fara að veiða sér til matar bókstaflega, og það er svona sérst vel í þessari mynd svona hvað sannur vinskapur í rauninni merkir, og endurinn á þessu mynd er bara frábær, og ég get sagt það hérna að ég fór að gráta því ég sá endan á myndinni, það var bara eitthvað svo hjartnæmt við þetta. En það sem ég finnst svo rosalega sérstakt við þessa kvikmynd er að þetta skuli vera teiknimynd miðuð á börnum, en það sem er verið að fjalla það er eiginlega bara fyrir fullorðna. Ég mæli ekki með því að börn svona yngri en 10 ára horfa á þessa mynd, því að þau geti fengið martraðir af henni. Þannig að ef þið eru eldri en það þá þurfum við ekki að hafa henni áhyggjur, en bara verið viðbúin því að þetta er svolítið eins og Watership Down minnum mig. Það er verið að sýna hversu grimm náttúran er í raun og veru, þannig að þetta er svona, eina af mínum uppáhaldsmyndum. Og núna er Top 20 listinn, hann er bara búinn, og það er náttúrulega, hann er tekinn upp 2014, og þú ert að horfa á þetta eitthvað eftir það, þá er mjög líklegt að, þessi listi hefur eitthvað svona brenglast hjá mér persónulegar ákvarðanir og eitthvað fleira. En ef þú ert ósammála eða sammála hefur eitthvað meira að segja, að endilega bara setja hérna niðri, eða eitthvað staðar. Við náttúrulega erum í kosmosunum öll saman, en ef þið viljið hafa samband eða eitthvað, kíkið á eitthvað af þessum myndum og ég kveð.